Á þessu ári veitti Sveitarstjórnin í Skaftárhreppi landeigandunum framkvæmdaleyfi til að reisa hnútuvirkjun. Í umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands í skipulagsferli virkjunarinnar segir að ekki hafi verið tekið mið af áliti skipulagsstofnunar, heldur haldið áfram með virkjunaráformin að miklu leyti óbreytt. Ef hnútuvirkjun verða veruleika, verði umtalsverðum einstökum náttúruverðmætum raskað, að stórum hluta á óafturkræfan hátt. Þetta er þeirra álit og ég er alltaf ekki sammála þeim. Nei. Hvers vegna ekki? Já, því að ég tel að þetta sé ekki eins mikið rask eins og með telja. Svo lengi sem að sveitarstjórn passar upp á form og slíkt, getur hann þá í rauninni leyft hvaða virkjun sem er, alveg sama hversu slæmt umhverfismatið er? Eða niðurstaðan úr því? Já, ég veit ekki hvernig á að svara svona alveg hreint af eða á, en í rauninni er sko svigrúm sveitarfélaga er mjög mikið. Fagstofnanir okkar, sérfræðingarnir okkar, benda á að þetta hefur mjög neikvæð áhrif. En sveitarfélagi getur bara hunsað það og farið með þetta alla leið sem er að mínum mati ætti ekki að vera hægt. Það er auðvitað hin almenna regla í skipulagsmálum bæði hérlendis og erlendis að ákvarðanir eigi að taka af lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum og öllu jöfnu sem næst borgurunum. Að því leyti til er þetta hið besta fyrirkomulag. En það sem að okkur vantar í okkar stjórnkerfi skipulagsmála er að það sé hægt að grípa inn í. Að ríkisvaldið geti gripið inn í þegar það þarf. Eða einstakir virkjunarkostir geti verið gripnir af rammaáætlun þegar það þarf.